var það að Haraldur á Efri Rauðalæk lét taka gryfju, ekki mjög fjarri Tjarnarkoti, og þar á ofan á tvestultum lét hann festa gamalt gúmmídekk. Sem passaði nokkurn veginn fyrir sitjanda á manni. Þú baðst þetta. Það hefur verið það bil 1966, fremur 1965, sem veiðifélagið lét trésmiðju kaupfélagsins Þór á Hellu. Það voru bara 2 kaupfélög á Hellu. Það var kaupfélagið Þór og þar versluðu eingöngu íhaldsmenn. Svo var kaupfélag Rangæinga, þar versluðu Framsóknarmenn. Hann lét kaupfélagið Þór á Hellu smíða 2 kamra eða 3. Þetta er ónákvæmt, sem voru fluttir sem flekar þangað inn úr. Þar voru þeir negldir saman. Einn var settur niður neðan til á tjaldflötinni, sem er neðan við foss, litla Fossvass, og annar rétt hjá Vatnaveri. Þegar smíði vatnaskárans hófst, þess að við erum núna, 1967, já, við erum í 55 ára gamla húsi, settu smiðirnir upp eins konar bráðabirgðakamar nærri Ampahól. Það er hóllið hérna við hliðina. Við lok byggingaframkvæmda 1968 grófu þeir mikla gryfju og reistu þar á ofan kamar sem þótti í fyrstunni ágætur miðað við þess tíma kröfur. Það er sá kamar sem ég man eftir hérna mínu fyrstu árum. Þar kom að mjög var kvartað undan þeim óþef sem þar var inni. Var haft eftir sumu fólki að það gæti ekki komið þar inn fyrir dyr. Gerði ég hvað ég gat, segir veiðivörðurinn Gunnar, til að gera kamarinn aðgengilegri. Mun varla hafa svo liðið kvöld að ég hafi ekki þrifið þar inni og hellti ég slurk af klór niður í gryfjuna. Jóhannes Kolbensson, ferðafélagsgúró, hafði sagt mér að það dræpi alla lykt. Eitthvað mun þetta hafa bætt ástandið, en ekki nægilega, því hið hógværasta fólk sagði að kamarinn væri hræðilegur. Í stað þess að nota kamarinn gerðu sumir þarfir sínar þar sem síst skyldi, til ógeðs fyrir gangandi fólk. Það var til dæmis ekki geðslegt að ganga ofan á saur þegar fólk ætlaði að tjalda inn í því ágæta tjaldstæði sem Heygarður Ampa var. Það var svo fjö að beita. Jón, gerir þetta lagstöð? Nei, ég er bara að hlusta, ég er bara aðeins að tengja mig. Hlusta? Ég er ekki að Þú mátt ekki taka hérna Ívar á sambandi. Ívar er búinn. Ég er ekki búinn að taka Ívar á sambandi. Vonum ekki. Smám saman gerðist það að jarðvegur sá rýrnar og hrinu niður sem var við brún pallsins sem kamarinn stóð á. Leiddi það til þess að í norðan sveljanda lagði vindstreng niður í saurgryfjuna og þaðan upp kamaraugað, setuna. Ég sé þetta alveg fyrir mig, sko, ég man sko verið þessu. Hann er ennþá kamarinn, sko. Hvar er hann? Hann er bara á sínum stað. Við hliðina á Setbergi. Af hverju var ekki Hefur þið á Setbergi? Hann er plan B. Ég hef ekki komið á Setberg hérna síðan bara í gamla dag. Nei, við þurfum þess ekki. Við þurfum þess ekki lengur. Setberg er snyrtihúsi hérna á hliðina með sturtum og hérna klósettum. Já, ég hef ekki komið þetta bara í mörg ár, maður ekki síðan að klósti komið hérna. Setberg, pælir nafn. Það er mjög skemmtilegt nafn á kamarhís. Nei, þetta er alveg sagt, ég hef ekki komið þetta í mörg ár. Já, það má geta að hérna húsið sem Bryndís og Rúnarbúið það heiti Varðberg. Já, við veitum það. Já, Varðberg. Með þessi ótrúlega sterka vindsúla eitthvað hafa fleikt í burtu óþefnum. En ekki verður allt kosið því konur kvörtu undan því að hlandgussan kæmi upp á milli lærana. Þetta var Almáttugur. að þetta var kynjaskipt kamar.
Nema hvað? Vittu, hvað segirðu? Vittu endur taka þessu setningu? Hvað kynjaskipti? Já, nei, ekki það. Þetta sem varst að tala áður. Já, ekki vera allt kosið, því konur kvörtuðu undan því að hlandguðsan, kalla megin, kæmi upp á milli lægrana. Í andskotanum gæti þetta skér. Blesa hann upp. Nei, ég er að ljúga þessu. Það var hlandguðsan frá þeim sjálfur. Já, það hlaut að vera. Ég var einmitt að velta, heyrðu, var svona mikið rokan inni. Varst ekki að hlusta á því, það var bara trekkur í gegn. Það var trekkur í gegn. Hlaut húsið því nafnið, Já. var ekki skil á? Setting. Nei, Vindheimar. Heyrðu, við gistum þar í gamla dag. Það var allra Vindheimar. Við vorum í Vindheim í gamla dag. Það kosti einu sinni hafi gerst að karlmaður sem pissa það standandi horfði á hvernig hlandguðsan tók og örskotsstundu gagnstæða stefnu og varð hann vonum seinni að bregða sér og andliti sínu til hliðar og hlandið lenti eftir honum. Ói, bara En hérna Gunnar Egill, tekur eftir hvað þetta er nákvæm lýsing. Hver skrifaði þetta? Er Gunnar Heiðarbrún? Gunnar Guðmundsson, hann skrifaði svo Það hlaut að vera að vera hann. skildan hafa lent í þessu sjálfur. Það er bara að tala reynslu. Hann var veiðilegur hérna. Ég les svo eftir kafla sem fjallar alveg hann í öllum smáatriðum. Þetta er Gunnar Heiðarbrún. Já. Og þetta er alveg blaðsíðu. Er þetta bókinni hans? Ég er að lesa bókinni Veiðivötn á Landmannarétti í 2 bindum. Já, frá honum. Já, hann er höfundurinn. Já. Hann var 25 ára að skrifa þessa bók. Já, ég veit það. Þetta er alveg meira bók. Á fáeinum árum jókst mjög réttmætt kvart fólks yfir þessari kamaraðstöðu. Ég var starfsmaður veiðifélagsins og fljótlega fór ég að líta jafnframt á mig sem tengilið milli stjórnar félagsins og þess ágæta fólks sem skapaði félaginu rekstratekjur með viðskiptum sínum, það er svo við. Þess vegna fór ég að ræða þessi mál við stjórn veiðifélagsins. Kom með eigin teikningar á húsi sem innihélt 3 kvennaklósett og 2 karlaklósett. 3 kvennaklósett? Hvað segir það? 3 kvennaklósett og 2 karlaklósett? Já, ásamt hlandirennu. Já, svoleiðis. Þriðji hluti þess hús skyldi vera lítill salur sem leigður yrði þeim ferðahópum sem neyddu matar úr eldhúsbílum. Þetta fólk, sem nær eingöngu voru útlendingar á vegum Guðmundar Jónassonar, Úlfars Jakobsen og Arena Andrésar Péturssonar, tók mat sinn af langu borði og mataðist úti undir berum himni. Í þokkalegu veðri gekk það með ágætum, bæði á kvöldin, eftir að hafa nýkomið og eins á morgnana fyrir brottför. Þegar rigndi hafði þetta fólk brýna þörf fyrir að matast í húsaskjóli. Þótt ég væri af góðum vilja gerður til að hleypa þessu fólki inn í sal vatnaskálans með mat sinn, það er hingað inn, þá var það ekki auðvelt, því veiðimennirnir, viðskiptamenn okkar, voru með svefn búnað sinn í kóðurum. Já, þessar við erum núna í dag. Það hefur ekki breyst. Gunnar, það hefur ekki breyst. Nei. Þessa fólks vildi tylla sér og matföng hefðu stundum verið skilin eftir upp á borðum. Nú, ekki. Ég man nú eftir hjónum sem komu hérna, þegar við vorum komin úr hátíðir, ætlum að leggja okkur hérna, það var fólk að borða hérna inni. Já. Manstu til því? Ég var eitthvað rámað með það. Það voru hjón, ég hefði unnið með konunni hjá rafmönnum. Já. Og ég nefndi þeim bara að vera hérna. Hvað sagði hún? Af hverju var við voruð hér? Ég fór ekkert að spyrja, hún spurði, er ekki lagi við sitja hér á borðu? Ég sagði, jú, það er fínum lagi. Það voruð þau sko með eitthvað ferðavatn? Nei, þau voru að veiða. En hvað gistu þau? Gistu þau ekki í einhverjum ferðavatn? Það kann að vera. Það er svona, hittu þau svo á að þetta væri almannarými? Já, svoleiðis, þau héldu það. Það voru bara í dagsferð. Þau voru að veiða á flugu í snjóaldunni. Héldu þau að þetta væri bara almannarými? Já. Skáli. Já, saga. Ég skil gott. Hvað klukkan? Já, ég meina þau héldu það bara.
Eitt. Slíkur smásalur í þessu væntanlegu húsi gæti leyst slíkt vandamál, því þar mátti standa þétt við matarneyslu. Hugsaði ég þetta rými ennfremur fyrir aðra tjaldbúa, en þá var enn nokkuð af. Mér sagt að klefi þessi hafi komið í góða þarfir fyrstu árin eftir smíðina, þá verið mikið notaður. Í einu dagblaðana 1982 veiðifélaginu sérstaklega þökkuð þess aðstaða í þágu tjaldbúa og annarra ferðamanna. Þörfin fyrir slíkt mun hafa horfið upp úr miðjum 9. áratugnum, en þá lögðust af til Veiðivatna hópferðir með fólk sem tjaldaði og neytti matar úr eldhúsbílum. Já, miðjum 1985. Eftir það var plássið lítinn geymsla og þar voru settir upp gasbrannarar sem hituðu vatn svo starfsfólk gat komist í heiða sturtu. Já, það sásalur. Hvað er það? Það hinn helmingurinn á Setbergi. Já. Það var fyrir hérna ferðahópa. Nú er búið að breyta því í sturtu. Já, nú er búið að breyta því í sturtu. Hafið ekki farið í sturtu? Nei. Ef þið eru með nógu 100 kollum, þá getið farið í sturtu. Virkar það það? Já, það er til. Ég veit ekki hvernig 100 kollum eftir veskinu en. Það er bara menn, fólk á ekki svo klink. Nei. Það er ekki bara pósi. Það tekur ekki við kortu. Getur vantilega farið að Ég hef farið í sturtu þetta. Ég man eftir því að einhvern tíma var ég að skoða þetta. Þetta er bara 100 kall, sko, eins og ég segi gaman það. Ég veit ekki hvort Hefur enginn farið í sturtu þennan með ég? Nei. Ég veit ekki hvaða stað tala sko. Setberg. Við verðum að fara í gönguferð. Hendrik. Þetta er hérna bara í miðri. Þetta var klósið. Ég fatt að það Hendrik ekki sér gamla ferðarfélagsskálum. Nei. Þú ert ekki minna að það er drasli bröðan. Þannig Moldaván. Já, ég er lappanga. Gamla drasli fyrir utan. Birgir. Já. Þessu ekki bara sturtu þarna? Nei, ég fer aldrei bara. Hann baða sig ekki. Það er til að verði takk í náttúrulega vatnalúðarna En þetta er búin að fá afabólu. og spara umhverfis. Hann er búin að, nei, hann hefur ekki fengið hana. Hann gæði hana til sko. Það er vegna þess að hann er bara ennþá, hérna hefur... Jæja, nú hættum við áfram með kamakaflar. Birgir baði þennan kafla. Ég hefði haft mörg við abbað, hvað er gangi? Það er bara 1,5 síða. Já, þú varst í, hérna, Afríku og þetta. Þá til að byrja með fékk ég svo sem engar undirtektir varðandi þessa framkvæmd. Þetta er svo löngu áður en Setbergi var byggt og hann vildi byggja þetta, hann var langt undan sinni samtíð. Til að byrja með fékk ég svo sem engar undirtektir varðandi þessa framkvæmd. Kannski hefur einhverju fundir sem ég væri orðin of ákvörðunartökugerð. Og Setbergi er byggt löngu eftir að Gunnar lét að störfa hérna. Hann byggt á tímum Bryndísar og Rúnar. Hvernig var það byggt? Eftir 86. Já, ok. Ég hefði eingöngu verið ráðinn sem veiðivörður og þegið þú veiðivörður, hefur við sagt við hann, og síðan verið látinn gegna stöðu húsvarðar og slíkur maður ætti ekki að íhlutast framkvæmdaverkefni stjórnarinnar og annan nú. Já. Kannski var ekki við því að búast að þetta hlyti skynsamlegar undirtektir því flestir stjórnarmanna komu nánast aldrei til vatna á mínum starfstíma. Hvernig áttu þeir ágætu menn að geta tekið einhverja vitrana ákvörðun hluti sem þeir þekktu alls ekki? Þannig að tala stjórnina sem réðandi í vinnu. Að vísu voru 2 þeirra í klakveiðinni á haustin en það seint að allir starfseminni var það lokið og ýmist 1 eða 2 þeirra flutið inn úr með seiðina vorin. Þeirra það bara geta skitið í volu sem grófið sjálfur. Eitt þessar stjórnarmanna, Sigurþór formaður, hafði þó þá sérstöðu að hann skrapp inn úr á flestum sumrum og stoppaði þá að minnstakosti einu sinni við nóttina. Svo hann sá hvernig dagleg störf fóru fram. Hinir höfðu þær engan asasjór af því og höfðu vafalaust aldrei og almennins tjaldstæðum gist. Það var líka Sigurþór sem helst sýndi skilning á því að bæta þyrfti salernisaðstöðuna. Svo kom að því að toppmennirnir höfðu rætt þetta sín á milli og í framhaldi af því var haldinn stjórnarfundur vorið 1979 og þar var ákveðið að byggja þetta hús en þó ekki að koma til sumri heldur því þarnasta það er 1980. Já, ég var að svo snemma. 1979, þá er ég búinn að koma hérna í 12 ár.
Þórður, oddviti Holtamanna, lagði þar ekkert til málanna á sjálfum fundinum. Þegar hann stóð upp í fundarlok, sagði hann einungis þessi orð: Þetta verður dýrt. Þó voru nógir peningar til í sjóði. Sjáu þetta ekki fyrir ykkur? Rétt áður en hafist þar handa við að grafa fyrir grunni og rotþró hins nýja hús, komu inn úr, nær aldrei þessu vant, að minnsta kosti 2, ef ekki 3 stjórnarmenn til að staðsetja húsið. Einn þeirra var Sigurþór formaður. Ég taldi augljóst að tvennt þyrfti að hafa leiðarljósi varðandi staðsetninguna. Við erum að tala Setbergið. Annað að húsið væri ekki það langt frá vatnaskálanum að fólk teldi eftir sér að fara þangað og gerði því þarfir sínar út í náttúrunni á leiðinni. Hitt að klósettin væru ekki það nálægt vatnaskálanum að gestir hans yrðu fyrir ónæði, til dæmis ef rútur stoppuðu þar, og best væri ef hóll eða hólar væru á milli klósetthússins og vatnaskálans. Leita var annarra staðsetningar því Páll Elíasson skoðaði svæðið sem rétt austan við Herslubyrgi Ampa og jafnframt undir hraunkampi þeim sem næsta hús stendur nú á. Sú staðsetning, ef til hefði komið, í nærri 150 metra fjarlægð frá dyrum vatnaskálans. Við erum í vatnaskálanum. Ætli það hafi ekki verið Sigurþór formaður sem kom því til leiðar að rétt staðsetning var ákveðin og var það fáeinum metrum vestar en þáverandi kamar stóð. Það passar. Síðustu dagar mínir sem starfsmanns í Veiðivötnum voru í júlíbyrjun 1980, segir Gunnar frá Heiðarbrún. Og þá voru bæntir þar til starfa gröfumenn frá Jóhanni Bjarnasyni frá Árbakka til að taka grunninn og gryfju fyrir rotþró, ennfremur smiðir frá trésmiðinni Rangá á Hellu til að byggja sjálft húsið. Meðal smiðana var Rúnar Hauksson, síðar veiði og landvörður, en kona hans, Bryndís Magnúsdóttir, síðar vatnastýra, tók þátt í smíðavinnunni á milli þess sem hún eldaði mat í allt þetta lið. Smíðafrágangi þessa hús varð að fullu lokið til næsta sumar 1981. Ég missi af þessum tímabili því að 1980 flutti ég til Danmerkur og kom ekkert hérna þetta sumar. Við þessa húsbyggingu var gjörbylting hvað allar hreinlætis aðstöðu varðaði. Mér sagt að í upphafi hafi hús þetta verið nefnt Saurbær og það nafn hafi einhverjum fallið illa. Hlaut það til nafnið Setberg. Seinna, þegar hafin var uppbygging margra sérhúsa, það er kofatni sem út um allt, þá kom að því að í þeim voru hafi klósett og enn seinna kom klósett viðbygging í sjálfan vatnaskálan. Þessi klósett sem þetta eru, það er ekkert svo langt síðan þau komu. Hvað myndir halda hjá? Það er ekkert rosalega langt síðan. Það er 2008 held ég. Já, geti alveg. Það verið eftir hrun. Fyrir hrun. 2008 var fyrir hrun. Sko. Það er ekkert opbóðslega langt síðan og við þurfum að fara að setja þetta, sko. Man fór alltaf út úr Setberg til að tannbjörsta sig. Já. Hvað var í þessu rými? Það var ekki til. Þetta var bara jörðin. Það var bara jörðin. Það var engin. Þetta rými var bara ekki smíða, sko. Og þá var Kristur byggður ofan á húsið. Líka þarna vöðlugemslan. Það var engin vöðlugemsla. Nei. Henni var það. Það var rýmt byggt við, sko. En ekki dugði að hafa salerni sem þessi án vass, en það voru þetta waterklósett. Það voru þetta vaffsé. Birgir. Íttu við hann á Birgir. Íttu hann á Birgir. Það var að vera svakandi, það var að geta svara. Birgir. Hann er að hlusta. Í draumunum. Dreymir að setja ekki. Hvernig Bjössi kemur tilbaka. Það var leyst með því að kaupa 1500 lítra tank úr trefjaplasti og vassdælu gekk fyrir bensíni.
Djöfur þessi klikkur. Það var ekki drama. Nei. Ekki á þessum tíma. Ég man þegar tíð það var slökkt á rafmagninu alltaf klukkan 1. Það var dísilstöðin. Það var dísilstöð. Og bara klukkan 1. Það voru bara olíuluftir hérna. Já, fyrir þann tíma var ekki. Og þarna var kólaop, það sem að hata hengi. Sko, það sem að eldhúsi var manni eftir þegar ég kom fyrst, þá var ég bara einlega svona ekki trególf. Og moldagólf. Á moldagólf. Moldagólf. Já, já. Í alvöru, sko. Nei, lígur. Ég, Moldagólf. nei, það var ekkert gólf að það, sko. Jæja, hefur. Vatninu var svo dælt í tankinn úr auga lindar sem eru við Lindahvamm. Úr tanknum var svo vatnið veitt, ekki einungis í salerni, heldur ennfremur í eldhús vatnskálans. Bölvaðin högrar urðu á þessum vatnsmálum í fyrstunni og þurfti þá oft að grípa til handdælu, sem menn höfðu þó verið svo forsjálir að setja upp. Tommi, þetta hefði verið alvöru veitukallar. Nei, já, en náttúrulega. Henni var hins vegar svo illa fyrir komið að sá sem notaði hana var að liggja á hnjánum. Tommi, það er ekki breyst. Hvað segir Alvöru það veitur líka kallar, þú hjá? sagði það. Hvers konar sístem var þetta? Og að auki beygja sér niður. Að þessu sama sumri eða því næst gerði Sæmundur, það var einn veðurvörðurinn, þær breytingar á búnaði þessum tilþurfti. Færði handdæluna upp í eðlilega vinnuhæð. Setti einstefnu loka á vatnslögnina svo ekki þyrfti hverju sinni að ná nýju vatni upp að dælunni og færði sjálfa dæluna frá salerniskúsi og niður að sjálfu lindarauganum. Eftir það urðu aldrei nein vandamál með sjálfa dælinguna. En brátt kom í ljós að þessi 1500 lítra tankur dugði hvergi. Var honum því skipt út fyrir annan og var sá staðsettur hátt ofan brúnarinnar ofan Lindahvamms. Það er sá tankur sem er í dag. Við sjáum hann þegar við erum upp á hádegisöldinni. Þá sjáum við grilla í tankinn. Hérna á móti. Ofan kofana. Vatnið. Þaðan var góður þrýstingur á vatni niður til Setbergs og í sjálfan vatnaskálan. En nú fer þetta styttast með salernin. Hann er svolítið ábyrgandi stafnum. Já, salurinn. Tankurinn? Já, þú við síðan. Herðu, varst þetta í kamrunum sem voru þarna hinveginn? Já, það er, já. Það er Arnar setur þið. Það er ekki, það er water closet. Já, núna í dag. Það var Nei, ekki. það voru kamrar. Það voru kamerar. Já, það var það. Og opna setu og Það vakti víst furðu gæslumanna hve misfljótt var að tæmast úr vatnstanknum við tilheyrandi vatnsleysi á klósettu. Nó. Kom það í ljós að rútubílstjórar sem voru... Hvernig heyrðu þetta? Þeir eru margir svoandi. Nei, Þrís. Það er þess. Birgir og Gunnar. Ég var ekki með. Þetta var En Birgir, ég á ekki að Birgir. Birgir Greið. Hverjir eru þá svoandi? Það Gunnar verður spurt út úr. Jæja. Að komið að ljós að rútubílstjórar sem voru á ferð höfðu tekið upp á því að nota vatn og neysluvatnskrana var ekki að stað til að þvo rútur sínar. Sæmundur gestamaður gat verið maður glettinn og gamansamur og þegar hann bannaði þeim þessa notkun sagði hann þeim að nota fossvatnakvíslina eins og þeir hefðu áður gjört. En það væri meira vatn í henni heldur en í gröfunum. Nýji miðlagtankurinn kom 1989 og tekur 7000 lítra. Já. Ég man þegar hann var settur. Síðan er rútuna þetta að koma. Já. Ég ætla aðeins að bæta við þeim köflu hérna. Næsti köflu heitir Móberg, Gamla Varberg. Ha? Það er sem vörðurinn hafðist við. Ekki það var hann að vera. Móberg, já. Ekki ætla ég að halda því fram að við sem önruðust veiði, land og húsvörslu til og með 1985 höfum ekki viðhaft skynsamleg vinnubrögð.
og látið sitt hvað gott af okkur leiða fyrir veiðivatnasvæðið. Hitt svo annað mál að nýtt fólk hefur oft nýja sýn á veruleikann og ryður braut nýjum venjum. Þó finnst mér sem nýtt fólk mætti stundum kynna sér betur reynslu forverana. Já. Þegar ég starfaði þarna, segir Gunnar, var það ekki inn í myndinni að gæslumaður byggi sérhúsi, því svo hafði verið samið milli veiðifélags og ferðafélags. Því veiðifélagið og ferðafélagið byggðu þetta hús í sameiningu, áttu þetta saman til helminga. Að veiðivörðurinn starfaði þarna jafnframt sem húsvörður og með aðsetri í vatnaskálunum. Fyrir ykkur sem ekki vitið, herbergi þegar það til vinstri þegar komið inn hérna dyrnar, það var veiðivarðaherbergi. Já, sem að, já. Hermann átti heima þar. Hermann bjó í. Ferðafélagið greiddi svo árlega veiðifélaginu drjúga peningaupphæð vegna húsferðarstarfa veiðivarðarins. Það ekki fyrir með kaupum veiðifélagsins og eignarhlut ferðafélagsins að til greina kom breytt aðsetur gæslumanns og var það vorið 1986. Það vorið sem Bryndís og Rúnar byrja. Þá byrjuðu Byrjaði 86, byrjaði ekki 87. Sjáu hvað kerran mín Þar var kofi og þar var fyrsta veiðivarðarhúsið. Þar voru Bryndís og Rúnar. Það sem að, Kerran mín núna. nú, það er út á plani. Já, þar byrjuðu þau. Var ekki búð líka? Nei, búðið var í kofanum hérna. Eftir ekki að tala um kofan hérna á milli. Voru það ekki þar? Nei. Þessi kofi sem hann farið. Það var búðin. Það var engi sofið. En þessi kofi sem hann fúttanum, hann sem hann farið. Já, hann var rifið þegar Varberg var fyrst. Já, nei. Það sama vor 1986 tóku við þessu störfum hjónin Bryndís Magnúsdóttir frá Hjallarnesi í Landsveit og Rúnar Hauksson sem ættaðir úr Holtunum. Leið og þau voru ráðin, mun svo skynsamlega ákvörðun hafi verið tekin að fá handa þeim sérhús til að búa í. Það gat verið talsvert álag fyrir gæslumann að búa í vatnaskálunum, stundum innan 10 manna. Honum bar þar skylda til að framfylgja svefnnæði. Heyrist nokkuð í mig? Nei. Og aðeins kom það fyrir að hann þyrfti að vísa fólki á dyr. Það olli líka stundum ónæði hjá vatnaskálagestum þegar bankað var á nóttu til hjá gestafólki. Vor þetta festu þau spjald á áberandi stað inni í vatnaskálunum þar sem ástóð að alger kyrrð skyldi vera í húsinu frá klukkan 1 eftir miðnætti. Veiðifélagið fékk þetta nýja sérhús neðan að virkjunarsvæðinu í Hrauneyjum. Þetta var Móarhús. Birgir, manstu ekki til Móarhúsunum? Jú. Birgir glaðvakandi. Fyrir milligöngu Halldórs Eyjólfssonar frá Rauðalæk og kostaði það 96.000 krónur. Það var móel, 250 x 750 metrar. Eða tæpir 19 fermetrar af grunnfletti. Þótt vist að vera þessi var ekki breyting til mjög hins betra frá varðarherbyggi vatnaskálans, þá mátti ljóst vera og fjölskylda sem starfaði þetta frá því snemma á vorin og þetta sent á haustin þyrfti á betra og rýmra húsnæði að halda en einu móeli. Einu hvað? Móeli, það voru einingahús, norsk, svona vinniskálar. Ok. Það eins og þessi við sendum hamborgarar á leiðinni hingað, Hótel Hrauneyjar. Þetta grunnur til móelhús. Það bara búið að breyta þeim. Þetta litla rými var allt í senn heimilis, skrifstofu og móttöku og afgreiðslu staður vegna veiðimanna. Húsið hlaut nafnið Móberg. Það var staðsett neðst á bílaplaninu við kaðalmarkalínuna. Það sem gata svo byrjar liggur í átt að Tjarnarkoti. Þessi kerran Ekki þótti mér staðsetningin skynsamleg, en það varð nýtt hús, Varðberg, sem kom voru 1990, þar sem þau búa núna, þar sem við tökum við veiðilegunum. Ein prófspurning geti verið, hvaða ár opnaði Varðberg?
1990. Staðsett á öðrum stað. Það er við Hestagíginn. Þar sem það og önnur vörslumannahús síðan hafa verið. Þá var móberg flutt fram yfir Túná og fyrst staðsett við Eskilíðarvatn. Já, er það, já. Já. Þá var það síðasti kaflinn í þessu inngangi. Það heitir Búnaður og nýjar framkvæmdir. Það skal ekki fram að þetta er bara inngangur á bókinni. Nei, það er inngangur að kvöldbókunni. Já, þú meina það, já. Kvöldbókin klárar En ég er að blaðsíðu 680 í bókið. Já, svo Að mörgu leyti er ég fordæmda maður, segir Gunnar frá Heiðarbrún. Þetta samanlega því Gunnar Egill. Og á starfstíma mínum þar efra taldi ég því rétt að hafa þarna flest sem frumstæðast og því laust við nútíma þægindi. Veiðimenn og aðri gestir ættu sem mest að fá það á tilfinninguna að þeir væru að upplifa gamla tíma. Sæmundur Guðmundsson, hann var vörðurinn sem var undan honum, tók aftur við gestustörfum þar efra þegar ég hætti, það passar. Þá hófst mikið hnignunartímabil og var hann að mörgu leyti maður hins nýja tíma. Sæmundur. Þess aðsögn Gunnars. Þrátt fyrir þetta þessa hnignun. Fyrir eigin fjármuni keypti hann Lister rafstöð sem gekk fyrir dísilolíu. Vél þessi listi ekki eingöngu upp varðarherbergið, heldur líka allan vatnaskálan og húsið Setberg. Vél þessi var í gangi öll haustkvöld og fór þá í gang rafknúinn kæliskápur og rafmagnsofn til hitunar sem hvoru tveggja tilheyrði gestufólki. Ekki var óþægilegt þar hljóð sem rokkur þessi gaf frá sér, en óneitanlega rauf hann þá djúpu kvöldkyrrð sem hafði haft eitthvað frumstætt og náttúrulegt við sig. Þegar Sæmundur hætti störfum haustið 1985 tók hann rafstöðina með sér og næsta vor keypti því veiðifélagið nýja stöð sömu tegundar, sirka 6 kW. Segja má að veiðifélagið hafi illa verið frjálst til framkvæmda á vatnasvæðinu fyrr en það hafi keypt ferðafélagið út úr vatnaskálunum. Þetta hefur verið svoleiðis hjónaband. Strax fyrsta sumarið 1986 fóru fram nokkrar aðkallandi viðhaldsframkvæmdir á vatnaskálunum, þar sem við erum. Nýtt efni var sett á gólf jarðhæðar og parkett sett á gólf efri hæðar. Hafði það lengi verið svo gisið að þegar þar uppi var sópað til þyfnaður, þá gerði það stundum að ryk barst niður og féll á mat sem var á diskum fólkur þeirra. Þegar það var sópað uppi þá kom Svimtiður. Sjáum við þetta fyrir ykkur. Hvað stendur þessu? Er það Moldavóru? Ég man eftir þessu gólfi. Og maður stendur því að þetta hefði gerst? Nei, en ég fekk sjaldan að gista hér. Þetta var alltaf upptekið. Við vorum í tjöldum. Já. Þetta hefur skelfilegt. Þetta hefur skelfilegt. Sæðir. Þess vegna var það söngvarinn frægi sem var ná áfengisdauða uppi og mig þá lagt allt í það niður. Það er þessi þetta. Það segir á því einum stað í bókinni. Hvað syngur það? Hver frægi syngur? Bubbi Mortens. Hann er ekki nafngreindur en vantarlega hver var að spyrja með þess á það. Vantarlega hefur þetta verið Stefán Íslandi. Stefán Íslandurs. Stefán Íslandi, munið eftir honum. Stefán Ísland. Snar geggjaður. Já, þetta er mikið listamöður. Jæja, þá var þeir reka botnin í inganginn. Þetta sama haust, 1986, voru 2 hlutir fjarlægðir úr húsinu. Anna var kolaeldaverinn, hún var þarna sem að þessi opnir, var gat í gegn og eldaði hinum megin. Og maður vaknaði nætur og setti kol inn. Kóla þetta. Og hitt var kamínan, kolaofnin úr salnum. Báðir þessir hlutir voru það sprungnir, sjálfsagt vegna ofkynningar.
og því hugsanlega hættulegi vegna íkveikju. Ég man eftir mér hérna minni þó að það var sér opn í gangi. Já. Ég bara eitthvað rugglast bara. Laust fyrir 1980 hafði ég bent á að þessi hlutir tilheyrðu hinum gamla tíma og væru verra en óþarfir. Nú hefði fólk með sér gastæki, bæði til iljunar og sérstaklega til eldunar af mat. Og á þeim tíma þegar gott var veður varð lítillega vart við nýja matreiðslu aðferð sem var grillun. Grillun, Já. Þegar ég var krakki það var aldrei grilla, það var ekki til eða hugtak. Það var ekki þannig að þið örd líka. Jú. Á næstu árum eftir 1986 var unnið að viðhaldi og endurbótum á þeim mannvirkjum sem fyrir voru. Meðal annars voru gerðar talsverðar breytingar á vatnaskránunum og smám saman færðist hann í það form sem hann nú er í. Ný hús voru byggð, Rúnar gæslumaður var trésmíðameistari að menntun og starfaði síðan sem slíkur áður en hann fór að vinna í Vötnunum. Hann mun hafa haft yfirumsjón með viðhaldsframkvæmdunum og veturna heim á Hellu byggði hann öll þau nýju hús sem byggð voru eftir 1986. Voru þau síðan flutt inn úr. Sú þróun er öll rakin í kafla nr. 35, 6. grein. Þetta var inngangurinn. Já. Jæja, hvað segið þið? Það er ekki bara komið gott. Jónki, ertu sofnaður? Nei, þetta er bara fínt. Hvað? Ertu búin að setja það í ilna? Þetta er bara fínt. Hvað? Hann er komið með múlinn. Hann er ekki með múl. Jú, hann er með múl, ég sé á. Viljið þið ekki eitt kafla enn? Nei, ég held ekki. Hvað er klukkan? Hún er að ganga 2. Jæja. Næsti kafli heitir Gunnar Guðmundsson. Og hann hefur heldur betur fylgst með hérna. Hann hættir 1980 eða ekki rétt? Ja, jú. Og er samt lýsandi hérna hlutum. Hann kemur alltaf hérna alveg að líka. Ennþá mér. Já, en svo lýsandi einmitt hérna langt fram eftir. Settu það í kælinn. Já, herðu, það er svona já.